Við erum með verkefni 3B, stöðunemann, sem tengdur við Arduino og hann með númerið HC-SR04 og hann sendir sem sagt frá sér hljóðbylgjur, svona ultrasound eða eitthvað slíkt og hérna mælir hvað endurkastið lengi að berast og reiknar það með út vegalengdina eða fjarlægð frá endurkastinu. Svo að hérna hér tökum við fram þá forritið Fritzing og við skulum bara ná í þetta númer, tökum það sem sagt copy hérna og opnum Fritzing forritið hérna og þá förum við hérna í línuna fyrir ofan það sem stækkunargler, það er svona leitarstrengur, kemur þetta fram search og límum þar inn, sjáu þið það. Þar setjum við þetta númer HC-SR04. Þú var víst að sinna eftir. Hvað segirðu, 5804? Nei, HC-SR04. Hvað? Hún 5885522. Hann finnur það ekki á mér í... Forritið ekkert að hlýða mér. Nei. Náttur spóting. Þú forritið það? Já. Þetta hérna tvo mismunandi að ræða. Settu svo línurið. Línurið? Hérna, verkefni 3A, það hérna skjalið. Já. Orðum það skjalið, sko. 3A? Hvernig gerir ég línur? Við erum nemar. Þetta segir mér mikið. Fyrst. Kemur hérna spennan. Þegar við að gera bílið á þetta. Já, hvað kemur þetta? Og það eitthvað viðnám og einhver háskóla. Ég finn ekki hitt á rakana. Það vegna nefnir smá. Já, það kom ég bara núna. Pétur, Já. veistu hvað skólinn á Smið heitir? Á Smið? Já. Jarðtengingin. Hvernig skynjar inngangur skilgreindur? Er það ekki þannig að input, pin mode, echo pin, input? Já, ósköpunum. Hvað gerðu þau með þetta? Eða með verkefni bíl? Save var það? Save? Hvað er það? Hvað er það? Pin mode, echo pin, input. Hvað? Hvað segir þú? Nei, neðar. Hvað var það ofalega? Sæl. Það er nýja ennskunni í gegn á það fyrir skynja. Nýjan fókus. Er það þessi hérna? Veit það ekki verið. Pin mode, echo pin, input. Ég held að tryggð þú pin 10 pin 10 og 10 og 13. Er það ekki bara svarið? Hvað segir þetta? Þetta verður erfitt próf og eitthvað. Ljósfræði. Það er öðruglega. Er það ekki hérna? Pin 10 og 13? Það er nú að lega mér að efast það. Hvað er það? Já. Þá sem sagt triggeringin. Hvaða mæling tekst ekki? Hvaða nafn
Hvernig fær hann? Hvaða nafn fær hann? Hver? Ég veit það ekki. Segir að tengdur á saman staðar guli eða? Já. Já, þakka þér fyrir. Ég þarf að færa hann á réttan stað, takk. Svona. Fínt. Og eitthvað Engar númer notað fyrir skiljarann, svo það væri tryggpinn 10 og ekkopinn Já. 10 og 13. Það er bara það. Svona. Þó ekki... það er allt sko. Svona er það. Það er samt bara einn inngangur. Þeir notaði spók sko. Og þá er að sjá hvernig skematíska myndin kemur út. Nei, bara 13. Já, þá kemur þessi. 13 og hann heitir ekkopinn. Það er bara notaði spók. Nei, ekki. Þeir var á það. Ok. Svo bósi tók á það. Þá reyni ég að laga þetta til. Það skilur bara komið mæling tekst ekki. Hvað var Siggur? Ég er að fá í sends result, nei. Býtu nú við. Hörru. Já, Já, það ekki. hann er hérna aðeins neðar. Það kom alltaf Svona. verið í Þú búinn að svara eitthvað spurningum? Spurningum? Já. Nei. Við höfum eftir að fara yfir spurningarnar. díla í 500. Tölvugildin 700. Hvernig signdi mælinga auki delay 500. Já, ég skrifaði þegar tölvugildin auki. Ég vil fá hugfræði. En það var búinir? Ég held að bara. Ætlum við ekki bara að gera þetta í dag? eða? Fimm new folders. Já, við ætlum að reyna ef að við náum því að taka síðasta verkefni líka. Það eru margir búnir með það, að verða búnir með það. Vantar bara að tengja í samband. Það var áfram verið skil hérna. Já, er ekki búið að því. Þá er bara að taka þetta í snipping tool. Það var skoða hvernig þetta lítur út hérna. Og setja það inn í verkefnið. Þessi var. Hérna er eldri útgáfan og hérna er önnur útgáfa af þessu. Svona. Já. Í spurningarnar. Hér erum við með 3B, fjarlægðarnemann. Hvernig er skynjara inngangurinn skilgreindur? Þar sem að við fáum ekkopinnan inn á 13, þannig þá skilgreindu þess að define hérna og pin mode er svo kallaður svona ekkopin input. Og Er það ekki nóg eða þarf ég að setja defined echo pin 13 líka? Þú ert enga það er kannski betra. Nei, ég bara spyrja, skilur þetta Já. Þetta er svo sem ekki, Spyrja. þetta verður ekki spurt kannski nákvæmlega svona á prófi, skilurðu, heldur bara að það sem að er inni í kóðanum, þá er þetta það sem að tilheyrir þessu. Já, þá er komið að því að setja þetta inn í Arduino. Og þá færum við eyðum út úr bare minimum úr þessu og náum í hérna kóðan og hann er þá hér. Tökum þennan kóða allar saman. Og setjum hann hér inn og förum í verify og vistum þetta hér. Og smellum við á upload þegar við erum bara að tengja vélina við.
Nú er komið í samband við náum í upplýsingar, þær koma hérna fram, board info, og þá ættum við að geta farið í upload og það virðist ganga. Þá köllum við á serial monitor og hérna er 81 cm út í vegg og við förum hérna með hendina fyrir, fáum minni fjarlægð alveg niður í 10 cm eða eitthvað svoleiðis, og þá tækið þið mynd af þessu og setið inn í verkefnið. Nú get ég lokað þessu og nú ætlum ég að fara í serial plotter og þá er ég hérna með, já, rúmlega 80 cm. Og ef ég minnka fjarlægðina þá kemur það strax fram hérna. Já, þá breytist línuritið. Það er að taka mynd af þessu. Þarna erum við að fá endurkast og hann reiknar út fjarlægðina út frá því hversu hratt endurkastið er að berast tilbaka. Þetta er kallað svona úthljóðsskynjari. Hann sendir hljóðbylgju og bíður eftir að hljóðbylgjan komi tilbaka á skynjarann sem er að hlusta. Og þannig endum við þetta verkefni og spurningarnar hérna fyrir aftan. Hér er hvernig er skynjari inngangur skilgreindur. Það er sem sagt Echo Pin nummer 13 og hann er sem sagt inngangurinn og númerið 13 og nafnið sem að honum er gefið er sem sagt Echo Pin. Og hvernig er seinkun milli mælinga aukin? Þannig að því að hækka töluna sem sagt delay úr 500 yfir í einhverja hærri tölu. Og síðan hvaða skilaboð koma ef að mæling tekst ekki með skynjaranum, þá kemur out of range. Og svo setjið bara mælingarnar hérna af monitornum hér og plottefnum hér fyrir aftan. Og hér eru sem sagt heimildir að þessu slóðirnar sem sagt að uppruna skjölum þar sem að þetta verkefni var unnið upp úr eða stuðst við þessar heimildir hérna. Og segjum við þetta gott.